Komið sæl og blessuð og verið velkomin í Borgó í beinni. Við ætlum að tala hérna bláa hnöttinn bak við tjöldin. Þetta bak við tjöldin þáttaserían sem að ég allt í einu farin að stjórna hérna. Ég heiti Elmar og sé myndbönd í Borgarleikhúsinu, bæði fyrir markaðsdeildina og fyrir sýningar. Með mér í kvöld Bergur Þór Ingólfsson. Hæ. Og hinum megin við hann Kristjana Stefánsdóttir. Hæ. Og við ætlum að spjalla bláa hnöttinn, en ég verði eiginlega að gefa þeim svolítið boltan af því að ég var rosa lítið inn í þessari sýningu, eiginlega ekki neitt. En tölum aðeins þig samt. Já, tölum Elmar. Hvenær byrjaði þú að vinna í leikhúsinu? Já, ég byrjaði á sama tíma og Magnús Geir, 2008. 2008, já. Já, í Fólkinu í blokkinni. Og þá varstu að gera hvað? Það voru ég Eltiljósum. Þá varstu að Eltiljósum? Já. Og síðan fórstu að gera hvað? Svo fór ég að gera svona bak við tjöldin myndbönd fyrir markaðsdeildina. Já. Og svo fór ég að sýningarstýra inn á litla sviðinu. Já, einmitt. Og svo fór ég bara að gera meira og meira af þessum myndböndum og... Fórstu að gera svona eitthvað alls konar? Já. Þú veist, innanhús, þú veist ekkert bara að þú einhvern veginn varst allstaðar samt. Allt í einu varstu bara svona... Ég var einhver svona mubla. Nei, ekki mubla. Nei, þú ert límið. Það var bara svona, nei, Elli, já, getur þú reddað þessu? Það var eitthvað, þú varst í ljósadeild og einhverjum öðrum deildum eða? Já, þetta var bæði ljósadeild og svo var maður stundum í hljóðdeildinni og stundum var maður sýningarstjóri og stundum var maður í markaðsdeildinni. Já, einmitt. En þú hefur farið með bíómynd á Cannes og unnið. Já, ég og Birnir Jón Sigurðsson bíómynd og fórum við hann á Cannes. Já. Og akkurat núna í þessu streymistæmi þá svona sá eini sem ekki kann eða kunna örugglega fleiri en eru svona myndavélagrænir, það endar svolítið á mér. Þess vegna erum við í beinni streymi. Já. Sunnudagskvöldi með mér hérna. Já. Já, Kristjana ekki mynd nema hérna. Nei, ok. Á ég að koma eitthvað nær eitthvað kannski? Nei, þetta ramminn sem við ætlum að vinna með, sko. Við ætlum að vinna með þennan ramma, já. Þegar við hættum að tala um mig. Þetta verðlaunarammi? Já. Þetta verðlaunarammi. Þú byrjaðir 2000. Já. Og ert búin að vera leikari og leikstjóri? Já, í 20 ár. 20 ár? Pældi því. Vá. Það bara leið svona. Vá. Það rosa mikið. Rosa mikill tími. Já. Setur hlutinni svolítið í samhengi. Svolítið, sko. Því ég 28 ára, ég var 8 ára þegar þú byrjaðir hér. Já, einmitt. Þú varst 8 ára. Ekkert á leiðinni kann þá, sko. Nei. Ég var 9 ára þegar hann byrjaði. En þú varst leikstjórinn af Bláa hnöttinum. Já, við ætlum að tala um Bláa hnöttinn, já. Já. Og þú varst tónlistarstjóri / tónlistarhöfundur / útsendingar og eitthvað. Ég samdi alla tónlistina. Ég var tónskáldur. Það það sem ég var að reyna að segja. Tónskáldur. Þú var tónskáldi. Já, og útsetti og ásamt Daða Birgissyni sem var minn pródusent og útsettari. Já. Og sem sagt, já, og var raddþjálfi og listastjórnandi líka með Bergi. Já. Vorum svona 3 kannski aðal, við 2 og Chantel sem að gerði, Karey sem að gerði hreyfingarnar með okkur. Sem þú uppgötaðir... Hlynur Páll líka. Já, hann var aðstoðarleikstjóri. Já, hann var náttúrulega. Og svo má ekki gleyma sýningarstjórunum. Það var framleiðslustjóri, Pála. Já. Hún framleiddi þetta allt, hélt utan um þetta. Já. Og svo var Vigdís Perla sýningarstjóri, hún keyrði sýningar. Já. Ilmur var með leikmyndina. Og Petr Hlusek með myndböndin sem styðja við leikmyndina. Mari Ólafs var með búningana. Já. Og þetta allt... Eða lið. Já. Þetta var svakalegt teymi. Petur var með þér í Bláa hnettinum og Mary Poppins. Sko, Petur gerði leikmyndina í Mary Poppins og svona mætti segja að hann hafi komið þessu vídeo þar sem við erum að nota sko baktjöldin sem hluti, sem sagt vídeo á baktjaldi sem stóran hluta af leikmynd. Það má segja að hann hafi svona hent því duglega inn með Mary Poppins þannig að við bara gerðum það alla leið, sko. Auðvitað hefði það verið notað frá því að Vaffa-Vest-tækið var fundið upp, sko. En hann svona kom og já, ég held að með
með því að þegar hann kom hérna þá hafi þetta svona verið tekin einhver ákvörðun eftir að hann gerði þetta með okkur. Að leiktjöldin væru svona backdropið væri málað, það væri komin betri lausn á því. Það væri komin nútímalegri lausn á því, já. Að sem sagt mála ekki bara baktjöldin heldur mála þau með ljósum, sjáðu til. Jú. Og líka lifandi myndum. Með varpana sem að tækjakosturinn náttúrulega rosalega núna. Já. En ég man að það var keyptur nýr varpi fyrir Mary Poppins. Já. Og með þeim varpa sem var í rauninni ígildi bíóhúsavarpa, var hægt að vera með miklu hærri skerpu og hærri ljós. Já, við vorum með bakvörpun og framvörpun og það sem að, þú veist, hann líka kann svo vel að útbúa heilu leikmynd, þú veist, hann gerir leikmyndina og vídeóið Mary Poppins. Já. Og með snúningnum að snúa líka, láta myndina hreyfast og láta hana fjarlægjast og koma nær og sem sagt tilta, fara upp og niður og svona, það gefur rosalega dýpt og rosa gaman að geta gert þetta, geta boðið upp á þetta því að dýptin, þú veist, þó svo að við séum að loka dýptin á sviðinu að því að við þurfum tjald í botninn, að þá náum við líka á annan hátt dýpt með því að nota þetta. Og eins og í Bláa hnettinum, ég ætla bara að segja það, sko, eiginmaður leikmyndahönnuðurins spurði, var vídeó í þessu? Já. Sem að, ef maður skoða mjög vel að þá þú veist, þá það svo sterkur og mikinn, þú veist, þá spilar þetta svo vel saman og maður tekur ekki eftir því, en þetta alveg rosalega mikið. Einmitt, það örugglega, og svo eftir Mary Poppins uppfærið við afturbúnaðinn og núna með Barco 4K laservarpa. Barco 4K laserbarka? Já. Barka inn í larka. Á baksinu, og það gerir einmitt skerpuna þannig að þú getur ennþá ýkt sjónhverfinguna að það sé ekkert myndband. Já, svo var þetta notað líka í furðulega háttalega Hunds og nótt. Já. Þá var notað vídeó. Og Peter gerði það líka. Við notum líka vídeó í Billy Elliot, vorum stóra leikmynd og vídeó sem studdi það. Já. Og var vídeó Mamma Mia. Það var vídeó Mamma Mia og Peter gerði það líka. Og þá einmitt þessi effekt að snúa sviðinu, þá snýst myndbandið með. Já. Og það hjálpaði einmitt við þessi sjónhverfingu. Já. Allavega þá, þetta var spjallið vídeóið. Já. En við erum með kannski lætum bara rúlla meðan við erum að spjalla saman. Myndbönd frá æfingaferlinu þar sem þið eruð að æfa Bláa hnöttinn. Og það má líka bara taka fram að þetta af æfingaferli, þannig Pála einmitt, framleiðslustjóri. Já, Pála. Hún var rosaleg og rosaleg, hún ótrúlega. Og þannig eruð að æfa búandi sprengjur sem svona einn af sem svona rosalega stórt atriði sem það mjög flókið, sko, bæði náttúrulega útfærslan á sviðinu en líka mjög flókin sko útfærsla músíklega út af dansinn og við vorum, ég held við höfum verið einhverjar 2 vikur bara nánast í þessu atriði. Það var svo svaklega stórt, það sem var svona meginhluti. Við vorum að klippa og breyta annarkvæmt dag við Daði. Já, þau unnu rosalega hratt, Kristjana og Daði. Ég gat alveg bara mig langar, og Chantel náttúrulega líka bara. Já, það væri ógeðslega flott að hafa þetta svona, getið þið það? Já, og svo bara gerðist það, en ég var náttúrulega bara líka vanur þessu frá því að við vorum að vinna í Galdrakarlinum í Ós, þar sem að þú varst líka tónliststjóri og við bara, heyrðu, væri ekki gaman ef þetta lag kæmi aftur inn og svona, og það bara gerðist samdægust, það var, þannig að maður bara vann því og það gaman að geta bara, þú veist,
unnu rosa hratt og unnu rosa vel. Ég meina að búa til, sko... 15 laga söngleik með repræsum og öllum. 15 laga söngleik, já. Með öllum endurtekningum og öllum útsett. Búa til alla söngtexta, alla músík, leikgerð, alla dansa. Taka upp playback og gera plötu. Búninga, gera plötu og hérna æfa þetta allt saman upp á 10 mánuðum náttúrulega svolítið crazy. Ég held að það sé svolítið, þú veist. Þetta vanalega, sko, bara semja á söngleiki sjálflega myndi ég segja að veri vanalega 2-3 ára ferli. Já, einmitt. En þú veist, náttúrulega pressan, við náttúrulega við búin að gera svo mikið að trúða stöffi saman, músík og sem þetta rann einmitt bara svona, hugmyndirnar voru bara gripnar og gerðar. Já. En það... Þarna Bjössi og allir þessir snillingar, allt þetta fólk sem á síðan eftir að erfa landið og sjá okkur í ellinni. Það nú ekki á flæðiskeri stödd þó við séum búum að þessu skeri. Þessu skeri. Nú gaman tannleikum hann Bergur. Þetta ég. Hann erum við að vinna. Ég held að í þessu vídeo kem ég eitthvað tíma hann Gaddi. Náttúrulega Garðar var hin höndin mín, sko. Daði hægri og hann vinstri. Þeir eru unnuð þarna eins og herfóringjar. Já, sést þegar þú ert að vídeokóla hana Chantel. Já, Chantel þurfti að fara til Bretlands í einhverja vinnu eða eitthvað, man ekki hvað það var, hún þurfti að fara í 1-2 vikur. Og við vorum með kameruna, vorum með vídeo, hún horfði á renslinn úti, hún var svo onnit maður. Já, einmitt. Og gat samt gefið nótur, þetta voru einhverju 2-3 dagar, hún þurfti eitthvað að skreppa. Þarna Petter fyrir aftan mig, Ilmur við hliðina á mér. Já. Þetta bara reynsli, þetta flekinn. Við köllum þetta hérna, hvað köllum við þetta? Hraukinn. Hraukurinn, já. Er það orð? Nei, ég fann það upp, ég setti það bara í handritið. Og svo var alltaf talað hrauka á sviðsmönnum og alltaf að hraukan eru fyrir að færa hraukan inn á hliðarsvið. Og ég hugsaði, já, þetta er eitthvað tekið úr náttúrunni. Átti svo vel við. Þetta bara hljómar svo einhvern veginn sennilega, sko. Já. Þetta er eitthvað svona hraun en samt ekki hraun. Nei, þetta er svona, já, þetta er svona... Og einhver svona haugur, þetta er svona hraukur. Sko, já, þetta er svona hraukur, svona laupur, en samt ekki laupur, sko. Þarna er ég að tala um Chantel, já, held ég. Og Daði við hliðina á mér, en þarna erum við bara að vinna saman, að klippa og... Þarna er Chantel, já. Úti í Lundúnum? Úti í Bretlandi, já. Við vorum að ræða einhverja klippingu á einhverju atriði. Eins og sést hún að skipa mig fyrir. Og svo bara hlýði maður. Þarna er vídeó hjá Pétur. Þarna er augað á ryksugu geimfarinu. Já, við vorum með flatskjá hérna sjónvarp á geimflauginni. Já. Þarna er úlfurinn. Úlfurinn. Og þannig að fyrir aftan er svona moodboard, fyrir þá sem þekkja það ekki, sem er svona hughrif. Já. Svona sýningin gæti og hvernig myndir lýsa því? Svona við, þetta er moodboardið hennar Ilmar sem að, og í rauninni fann hún þessa liti, sko, þeir fyrirfinnast í náttúrunni, þessi litir sem að eru, þú veist, það fyrirfinnast svona klettar einhver staðar. Með... Var ekki Kína? Úr þessum litum, ég man ekki. Röndóttir, við vorum hana, og það var bara svo gaman með hann og Maríu, hvað það voru rosalega sammála búningana og leikmyndina. Það bara, það voru í hamingju hvort allan tíma, það var svo gaman. Svo líka leikmyndin, þessar hérna paljettur og allt það sem hékk úr loftinu. Já. Man ekki hvað voru margar flugrár notaðar í það. Já. En það tók allt sumarið, hann Lewis. Var hérna í sumarvinnu. Já, hann var með líka fólk hérna bara í því að sauma þetta, að búa þetta til hérna, var það ekki? Jú, líka. Já. Svo var þetta geisladiskar muni, hérna paljetturnar stóru. Já, sumt var geisladiskar, sumt var hérna innsauma eitthvað. Svo var þetta mikið svona plastfilmur eins og eru svona í litafilterum. Já. Ég ætla að googla hann þessi fjöll. Þetta eru þessi stórkostlegu listabörn sem voru í sýningunni. Þetta var alveg, þau voru alveg hreint ótrúleg og fólk hafði á orði og það var mikið talað um það hvað þau væru
hvað þau væru stórkostlega þessi krakkar á sviði og meira Rainbow Mountains in China. Rainbow Mountains. Það er þetta að googla það. Já, ég ætla að googla það. Já. Ná, fyrirgeðu ég að tala, Já. ég var bara Já, nei, þau voru algjörlega stórkostleg, þessi krakkar. Þetta var risastór hópur af krökkum sem að stóðu í lappirnar og neldu bara svona risasöngleik á þessu risastóra sviði í þessum risastóra sal. Sum meiri reynslu en aðrir. Já. Og þeir sem voru reynslu minni að voru komin í fyrsta skipti, svo gaman að sjá hvað hinir reynslu meiri tóku á móti þeim. Já. Það var stórkostlegt. Og hjálpuðu hvort öðru að komast á saman. Já, hvernig þekkingin í rauninni hélt áfram og hvernig það var, hvernig þau gripuðu með sér og þau sem komu ný inn bara stukku með, Og örlætið hjá þeim bæði í vinnunni og á sviðinu, gagnvart sögunni og gagnvart áhorfendum var alveg bara stórkostlegt, Og öll sungu alveg svakalega vel og mjög auðvelt að vinna með þeim. Og ég var stundum að semja bara á þessu tímabili og var að koma með nýtt og var að breyta á staðnum endalaust. Og það var svo gott þegar þetta var orðið svolítið mikið og þá man ég sérstaklega Gunnar sem að lék hann Brimi, Gunnar Kristjáns. Hann svolítið hélt utanum ég bara honum eilíflega þakklát. Þetta dásemdarbarn þá en núna ungur maður í dag, hann sem sagt, hann var mundi svo rosalega, ég var búin að vera að breyta einhvern röddum, nei manstu Kristjana, við vorum ekki búin að, hann var alltaf að minna mig á og hann gerði það svo fallega, kom alltaf til mér bara svona kantinum, manstu þú breytir síðast, bara til þess að taka mig ekki niður einhverjum stalli, fattarðu, það var svo hrikalega fallegt þegar hausinn á mig var hann alveg grillaður og allt að gerast. En þeir voru líka, við vorum með alla 4 Billjana þarna. Já. Bjarna, Sölva og Baldvin líka. Og Baldvin líka. Já, við vorum með á alla. Svo fór Baldvin, manstu, í miðri, af því hann fór út í nám. Hann þurfti að fara. Já, til Bretlands. Hann þurfti að fara að læra. Já. Meiri dans. Í skólanum sem hann ennþá í dag. Já. Þannig að við vorum með krakka úr Billy, vorum líka með krakka sem höfðu verið í Þjóðleikhúsinu í öðrum sýningum, einhverja nokkra og svo voru opnar pröfur. Svo voru líka opnar pröfur. Það komu 4.000 börn, var það ekki? Það voru eitthvað 4.000 börn. Já. Það var alveg rosalegt. Og svo vorum við að leita stúlku sem gæti sungið 17.000 sólargeisla. Já. Svo kom bara drengur sem að bara, við verðum að breyta þessu. Breytum handritinu, svo hann geti sungið það. Já, þetta átti líka við bara þegar við hittum krakkana og maður fer svona að segja, já þetta geti verið þetta element og þessi lífskraftur og þessi húmor og þú veist, svona þegar maður er að sjá þau að þá, það urðu alveg kynjaskiptingar þarna á 2 hlutverkum, bæði á þessu hlutverki og líka á prófessor. Hvað hétu? Já, sem hún litla, sem hún ekki lítið lengur. Nei, Sjónvarstjarna. Já. Erlen, já. Það var strákahlutverk, strákur í bókinni. Já. Já, og Andri hann gaf okkur bara leyfi á þetta. Þetta var nú svolítið fallegt. Við vorum nýbúin að klára að gera sýningu, litla stóra trúðasýninguna á litla sviði Sókrates sem var 15 laga líka ópera, trúðaópera. Og Kristín kom svo í kjölfarið og bað okkur að gera þessa sýningu og ég man búin að tala um þetta er bara svona leikrit með söngum krakkar. Þetta er samt fyrir stóra sviði, verður svona eins og Lína var og svona skemmtilegt og Bergur náttúrulega bara búin að gera einhverja risastóra söngleiki og áður en ég vissi að það voru komin 25 söngtexta til mín og það voru 10 mánuðir í þetta og ég sagði við getum ekki haft 25 lög Bergur minn, það er lengra en Billy Elliot og þannig að hann vingsaði úr þetta enda í 15 lögum og já, það var mjög skemmtilegt. Björgvin Ingi sem söng 17.000 sólargeisla. Já. Ég skrásetti hann í pröfunum. Já. Þú skrásettir hann. Þú varst fram með að taka á móti
öllu fólkinu. Já, taka ljósmyndir og taka við umsóknum, sko. Já. Þannig að ég vil meina að ég eigi smá heiður í þessu. Það maður, sko, maður einhvern veginn vill alltaf eiga í og maður má alveg leyfa sér það, sko, eiga í svona perlum, sko. En svo manstu það sem gerist líka, það átti bara að vera ein Hulda. Svo veiktist hún. Já, hún slasaðist. Slasaðist á... Það var bara einhverjar... Á Pride, ef ég maður rétt. Já, það var eitthvað Niðun, hún var bara að labba á Pride og hérna... Var það undir vagninum hans Páls Óskars? Nei, ég held að hún hefði bara séð vagninum hans Páls Óskars og slasast. Ég held að það verið fimmleikaæfingu, var það ekki á fimmleikaæfingu? Nei, ég held að þetta var eitthvað undirliggjandi, sko. En hún var bara að labba, ef ég maður rétt, á annarkvort menning... Nei, þetta var á hérna... Pride. Hinsegindum, á Pride, já. Það bara gaf sig eitthvað. Niður í bæ? Já. Á labbinu, hún var bara að stíga, bara labba yfir götu eða eitthvað. Þannig að þær eru tvær Huldunar? Já. En þær líka fengu það hlutverk að vera sem sagt, alltaf backup fyrir alla aðra dansara í syngunni. Kom ekki til þess einhvern tímann? Jú, oft. Jú, það kom oft. Ein leikkona, ein ung leikkona festist út í Gróttu. Já. Okkur man ég það ekki. Þú veist, svoleiðis, en þetta allt saman rosalega jaxlar. Svo voru Sölvi og Bjarni voru að minnast þess ég átti upptekaði en ég gleymdi að sækja hana. Þegar voru einhverju textabreytingar, það var eitthvað sem var seinna inn á svið, eitthvað fastur í skiptingu eitthvað. Já. Og Já, við skulum bara ekkert vera að rifja upp mistök hjá öðrum þegar þeir eru ekki viðstaddir. Við skulum bara... Þess vegna kom ég ekki með upptökuna til þess að vera samviskusamlega vel að sýna það. Já. En það var fyndið. Það var mjög fyndið, já, mjög fyndið. Það svona mistökur alltaf skemmtilegt. Svo þurfa börnin að fljúga í sýningunni. Já. Gleðiglaumur. Já, Gleðiglaumur Bjössi, náttúrulega, skilurðu, Bjössi og Hjörtur voru þarna í sýningunni, fullorðnir. Já. Og þeir náttúrulega, sko, það náttúrulega rosalegt að keppa við, þú veist, eins og leikriti fjallaður að það verið að safna æsku að því að hún svo verðmæt, að því að hún svo það eitthvað í að sækjast í æskunni, það eitthvað svona sem að Bjössi greið þurfti að keppa við bara einhvern æskubrunn og æskuorku á sviðinu og sem Gleðiglaumur gerði það fullkomlega. Hann var stórkostlegur. Algjörlega stórkostlega. Að vera fullorðna kvikindið í verkinu, að það rosalega krefjandi og já, ég veit bara ekki hvort hann hafi fengið nóg kredit fyrir það hvað hann var frábær, sko. Hann var ótrúlega góður. Hann var alveg brilljant. Varð alltaf betri og betri. Já. Það var alltaf bara, hann var illkvittnari og fyndnar eftir því sem var leið á svo fallegan hátt. Mörkin voru svo fallega, það var einhvern veginn, hann var stórkostlegur. Já. Hættulegur en samt hættulegur, samt fyndinn. En samt fyndinn, hann var alveg þessi eðalblanda. Allur þessi dans og söngur maður. Skynjaði sko geðveikin og grimmdina sem lá undir en samt einhvern veginn, hann fór aldrei við mörkin. Það var mjög vel gert. Svo náttúrulega Hjörtur stórkostlegur sem Björnin og sögumaðurinn. Og til dæmis bara það að ég ákvað að semja þegar kom að laginu hans, eina sem kom var pjúra jazzstandard, alveg Scooby-Dooby alla leið. Það var hann eiginlega gaman, sko, því að var það ekki að því að út af laginu sem hann tók í pröfunni, tók hann ekki Traders for Sailor? Jú, það var eitthvað svoleiðis, já. Nei, hann tók eitthvað Frank Sinatra. Hann tók eitthvað Frank Sinatra, þetta eitthvað allt annað. Já, þetta sko hann Claudius í Hamlet litla, hann syngur þetta reglulega.
Hei, að ruggla saman. Það ruggla saman Kládíusi og... Kládíusi, já. En sko, já, ég man Og Ríkharði þriðja. Já. En hann sko hendi sér út í djúpu, hann elskaði svona krúnusöng, hann talaði það við mig, þannig að það kom þetta lag og svo langaði okkur svo að hafa skattsöng, þannig að við byggum til skattsóló handanum og hann gerði það svo listavel. Skattsóló svona spunasóló eins og Ella Fitzgerald, svona ekta djass og hann bara lærði það og fór á kostum í hvert einasta skipti. Nákvæmlega þessi. Já, nema hann var skattbjörn, skattbánsi, Óli og og svo var svolítið gaman, Himmi Gaug leysti hann af á tímabili. Já. Og hann var allt önnur típa að bánsa sem var svo beautiful og var gaman fyrir krakkana að fá annan mótleik, meðan það var breyttist energíð. Já, það svolítið gaman þegar, þú veist, tveir afskaplega færi listamenn skipta með sér og maður fær þú veist, eitthvað fær eitthvað nýjan án þess að sagan breytist eða skekkist og án þess að þú veist að þá fær maður bara svona eitthvað nýtt og skemmtilegt inn sem er rosa gaman sko. Sérstaklega eftir 50 sýningar. Eftir 50 sýningar, já. Það verður erfiðar að halda sömu orku á frumsýningakvöldi. Já. En það verður erfiðara en það er bara, en það tekst þetta ekki? Jú, einhvern veginn, ég hef ekki orðið var við það að fólk sé að slá slöku við, þú veist, það er oft og kannski hafa varnaðarorðin bara þá einhvern mátt að maður hefur oft farið á sýningu eftir 4 ár einhvers staðar í útlöndum og þær eru bara orðnar að einhverju rútínu, eitthvað bara svona, jæja, best að klára þetta. Við höfum hvort það er eftir að gera 9 sýningar þessa vikuna. Já. Að þá fólk sem að ég hef unnið með bara alltaf haldið sér og sýnt hverja sýningu eins og það væri frumsýninga því að það er alltaf nýr áhorfendur á hverjum degi sko. Eins og með West End, að ég sá Matthildi á West End í Royal Albert Theatre. Já. Og nei, ekki Royal Albert Theatre, ég er að bulla, Prins eitthvað. Þá sá maður með þetta, þú veist, klukkan 7:30 og byrjaði sýningin þótt að fólk var ennþá að koma sér fyrir og allir að borða ís. Það er ís seldur mikið í sýningum að núti. Og svo var bara svona spólað í gegnum þetta og maður vissi að var kvöldi búið. Svona, já, erum við að fara að sýna þetta? Já, einmitt. En það er það sem gerist þannig úti. Þetta er bara orðin stanslaus rútína. Svona slætar inn og út einhvern veginn. Ég tók þetta líka, ég bjó út í Englandi á tíma þegar ég var á námsárun, fór í engatíma í hálft ár hjá Sigríði Ellu þegar hún bjó úti. Og ég fór á bæði leiksýningar og söngleiki og þá svona fyrst skipti kom þetta til mig með sko, hvað er svona þetta söngvara sound til dæmis, bæði West End og Broadway, hvað er allt svona tvangi og og svona, þú veist, mikið skerpaði og mér fannst það ekki aðlaðandi en svo fattaði ég líka því ég hef unnið þessi raddþjálfu, þetta er eina leiðin til þess að lifa af að sýna 7-8 sýningar á viku og ef þú hefur svona mikið tvang á röddinni að þá geturðu, það er svona survival í rauninni. En það er voða leiðilegt þegar fólk fer bara tæknilega tæknilega gegnum svona dót sko. Í Idina Menzel sem að lék er svona fræg söngleikana. Það er leið? Já. Heitum það ekki, Idina Menzel? Ekki hugmynd. Þú veist það, já. Hún lék Wicked eitthvað og það bara öll kvöld þá tekur hún Define Gravity sem er bara svona já. Og það var eitthvað sem tók fyrir og eftir myndbandafinni, svona einhver gæi eins og ég. Já. Þar sem maður sá hana negla þetta á frumsýningunni og svo 4 mánuðum seinna þar sem að röddin hennar hefur minnkað út af því að hún er orðin svo hún er keyrt svo á. Hún bara eitt henni? Já. Keyrt röddin. Kannski ekki röddin sjálf en það er líkaminn bara þreyttur örugglega. Akkúrat. Lúðun sko. Já, einmitt. Það er, þetta er kúnst. Í Bláa hnettinum þá frumsýndum við líka þrívíddaflugkerfi. Alveg rétt. Var það ekki frumsýnt í Bláa hnettinum? Þá voru sett upp þrívíddaflugkerfi. Akkur ertu svona hissa?
Gerðum við það? Já, það er fyrsta skipti, manstu. Þetta er fyrir 4 árum síðan. Og hérna í Ós þá renna öll saman í eitt. Og Ósi frumsýndu við hérna hlerana í gólfinu. Já, við vorum með þrívíddarkerfið. Já, við vorum að prófa það í fyrsta skipti. Það var, ég gerði meiri væntingar til þess en var, já, ég held það, af því að, já, þú veist, maður er náttúrulega bara svona eitthvað, þú veist, varðandi tæknihliðina og eitthvað nýtt sem maður er ekkert búinn að kynna sér, maður sem bara, herru, nú erum við að fá þrívíddarflugkerfi sem þýðir það að það er hægt að fljúga upp og niður á hliðar og sem sagt í allar áttir, ekki bara upp og til hliðar og svo niður. Og ég var búinn að sjá, já, herðu, frábært, þá bara gerum við svona. Og svo vorum við náttúrulega að læra á þetta nýja kerfi á sama tíma. Á þessum litla tíma. Á þessum mjög litla stutta tíma. En það var einn svona sveigja sem var gerð á þessu þrívíddar sem að Hulda kom hérna munniði. Já. Og þegar hún fer fram úr, sko, ég man eftir því. Já, við fengum þetta þarna fyrst, þetta þrívíddarkerfi og prófum það. Við eigum nú eftir að gera eitthvað skemmtilegt með það. Já, manstu við lágum yfir hérna svona þrívíddarflugpælingum eins og var það ekki hérna Peter Pan hérna sem ég kynni? Jú. Og svo var það Batman, hvað var það sem flaug? Já, Spiderman sem að músíkin var eftir U2 munið. Já. Bono og Eds. Dó fullt af fólki. Floppaði, þetta er stærsta flopp hérna Broadway. Já. Já, það. Já. Þarna líka eru óðurlega margir krakkar að fljúga. Já. Voru þau ekki, 6 sem flugu í einu? Já. Mismunandi flugur án, þannig að leit út í dýftinni eins og væru öll í sitt hvorum hérna. Þau eru 7, já, Erlen er hérna einn fremst, munið. Já. Já. Gaman að þessu. Já, ég meina sagan er þannig að börnin fljúga, þau fá á sig fiðrildaduft og hann selur þeim það að þau geti flogið fyrir smá af æsku. Já. Og það enda með því að þau selja allar auðlindirnar til gleðiglums og það lendir á öðru fólki eins og fólkinu hinum megin á hnettinum. Já. Því að þau festa sólina til þess að geta flogið þá þurfa geislasólarinnar að skína á fiðrildaduftið. Þannig að þau þurfa að negla sólina sín megin auðvitað. Það er hægt að spegla þetta við raunveruleikann okkar. Er þetta ekki, sko, Andri er náttúrulega algjörlega, sko, brilljant í þessu eins og í Lofstar sem ég leikstýrði einhvern tímann hjá Herranótt, leikfélaginu MR. Þar er, þú veist, þar er hann búinn að lýsa Tinder og svona pörunar dóti og öllum þeim veruleika sem við búum við í dag, sko, í netheimum. Já, það er hægt að yfirfæra þetta, Elli minn, á heiminn í dag, að maður þarf of mikið fjör og stuð og gleymir að pæla í að það er kannski einhver annar sem líður fyrir það. Já. Ég til dæmis hættur að kaupa lituð handklæði frá rúmfattalaganum. Sá einhverja heimildamynd á RÚV, hvernig þau lita handklæðin. Þetta eru bara einhver eiturefni og náttúrulega fólk einhvers staðar annar staðar, langt frá mér, er ofan í baðkornum að lita handklæðin. Þetta er bara svona eitt dæmi. Og verður ekki fólki þá veikt sem er að lita handklæðin? Jú, þetta fer inn í húðina og skerst inn í þau. Já, þannig að þau eru dökku megin á nettinum. Já. Og syngja að sólin sé horfin, en þau óski að 17.000 sólargeislar skína á þig.
Já. Samt sem áður. Jú. Þetta er mjög sterk og áhrifarík dæmisaga og þessi bók að skrifa hana fyrir börn og á þennan hátt og þú veist á þennan hreinskilna en samt grimma hátt er rosalega áhrifamikið að koma fyrir þessari hugsun, þessari sjón yfir til barnanna sko, að því að það er allt of seint að reyna að segja þetta við fullorðið fólk. Já. Það er allt of seint. Maður bara kemur í leikhúsið og horfir í 2 klukkutíma og fer svo út og heldur áfram að gera það sem maður hefur verið að gera. Já. Svolítið. Og þess vegna verður maður að vanda sig líka með barnasýningar að þú veist, gera þær vel, bera virðingu fyrir börnunum sem áhorfendum, bera virðingu fyrir þeim sem vitsmunaverum, bera virðingu fyrir þeim sem tilfinningaverum og sem sagt vera alltaf í augnhæð við þau, sem sagt ekki tala niður til þeirra og segja bara, já ok, fréttirnar fara ekkert fram hjá ykkur, er það? Nei, það fara ekkert fram hjá ykkur, þið vitið alveg hvað er að gerast í heiminum og þið vitið alveg, skiljið þó sem við séum ekki þú veist, að sýna allt það hræðilegasta sem að mennirnir gera hverjum öðrum, að þá eru þau nógu gáfuð til þess að og nógu tilfinningagáfuð líka til þess að takast á við svona stóra áhrifamikla og sögu með svona mikinn kjarna og sem að fjallar þú veist, svona djúpar tilfinningar. Þetta er auðvitað hræðilegt að gera svona lagað og börnin gera þetta óvart að taka sólina frá börnunum hinum megin á hnettinum. En það er einmitt við börnin sem að, þú veist, þetta á erindi að því að þau eru líka nógu gáfuð til þess að fara svo inn í framtíðina með þetta í sögunni sinni, sko, með þetta í, þú veist, þetta að búa til barnaleikhús er eins og að búa til leikhús er eins og að búa til minningu og að búa til barnaleikhús að því að minningarnar eru stærri og sterkari og það er, þú veist, auðvitað eru þau viðkomnari fyrir og maður verður að passa þau en maður verður líka að bera virðingu fyrir þeim og treysta þeim að mér finnst að barnaleikhús skipti svo miklu meira máli og maður verður að vera heiðarlegur og einlægur og ærlegur þegar maður er að gera svoleiðis. Af því að það er auðvitað líka hægt að misnota sér þetta og hægt að gera propaganda, skilurðu, hægt að vera með áróður og þú veist, setja inn einhver skilaboð og svo framvegis. Já. Og á þann hátt er þetta verkefni að búa til barnasýningu mikill ábyrgðar hlutur og maður verður að geta horfst í augu við börnin út í salnum og við barnið í sjálfum sér að segja ég er ærlegur og ég er trúr sjálfum mér og þetta er sannleikurinn með von í hjarta, sko, með húmor og með lífsgleði og með sem sagt birtuna að, þú veist, af opni að þá getum við alveg, þú veist, sagt frá hættulegum hlutum. Já. Með barnaleikhúsið er mikilvægt hvað þetta varðar, því að börnin fara með þetta áfram inn í sögunni sinni sem sterka minningu
við kannski fullorðna fólkið förum í leikhús og kannski einu sinni tvisvar bara breytileiksýning lífmanns. Já. En við verðum alltaf að vanda okkur með börnin því að það er miklu meiri líkur að við breytum lífi þeirra og þá, þú veist, verðum við allavega að hafa þá trú að það sé til góðs. Ég er sammála því, algjörlega sammála því. En það barnasýningin, eins og í minningum flestra fyrsta sýningin allavega. Já. Þær eru eftirminnilegustu sýningar. Já. Þetta er þriðja barnasýningi sem við gerum saman, var það ekki? Við gerðum Ós og Hamlet og svo þessan. Já, erum við bara búin að gera þessu þrjár? Saman, já. Svo gerðum við svo erum við náttúrulega með Jesú litla Sókrates og Dauðaföðurnar. Já. Já, og Ós var svona jazzaður Ós. Það var skemmtilegt. Sko, Já, það var mjög ef fólk hlustar á þann disk, þvílíkur spilamennska. Ég bara, ég bara get ekki sagt það, ég er rosa stolt af því, og það var hugmynd frá Bergi að því að við fengum handriti frá Bretlandi og það var útsetningar fyrir 15 manna band. Já. Það mátti bara vera 7 manna band og þetta átti að vera playback líka, þetta var fljótlega eftir hrun, þetta var 2011, 10-11. Og og þannig að það var átt að gera playback og ákvæðan bara, hann sagði bara okkur ekki að færa þetta í orginal í áttina af upprunanum vegna þess að Harold Arlen samdi tónlistin og hann var jazzpianisti á Cotton Club. Og svo þegar hann gerir tónlistina fyrir bíómyndina, þetta var gerð bíómynd og svo var gerð söngleikur eftir. Þá eru bara einhverjum svona 3 stórir Hollywood-útsetjarar sem gerðu allt þetta strengjadæmi. Þannig að við gerðum, ég útsetti þetta fyrir Sebstedt sem er 7 manna band og það var Helgi Svavar á trommur, Ómar Guðjóns spilaði bæði á bassa og gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó, svo var Sammi og Kjartan og Óskar sem gera allt brassið. Þetta er náttúrulega bara rosalegt. Ég á sem sagt að því að þegar við erum að búa svona til sýningar að þá þú veist, gæti ég fundið svona eitthvað frá Kristjánu eins og í Bláa hnettinum, bara svona, hvernig líst þér á? Þú veist, bara svona, bara í síman svona, eitthvað rödd og svo þróast það og svo kemur það bara með píanói og svo breytist textinn og svo kemur útsetningin og svo framvegis, sko. Ég á nefnilega heima disk með, sem sagt, úr Ós, sem sagt, án söngs og það virkar líka þannig, sko. Já. Af því að þetta var það var ógeðslega, ég ætla að lýsa þessu. Það var í óveðrinu, sem sagt. Hvirfilbylnum. Já. Þá var ég með einhverja hugmyndir ég vil fá þetta sé svona og svona og svona og svo gerist þetta og svo hún þarna í loftinu og þá erum við með þetta og svo eykst vindurinn og ég var búinn að sjá þetta einhvern veginn fyrir mér í hausnum og þetta var þannig að ég var með þetta band inn í bílskúr heima hjá Þetta var tekið, Ómar Guðjónsson með stúdíó í skúrnum hjá sér. Já, hann var með stúdíó þar. Stúdíó skúri. Og ég var inn í einhverju öðru herbergi og þetta var tekið upp live, ég var svona með mikrofón og þau voru og svona. Allir með heyrnartól. Já, svo byrjar vindurinn og þeir byrjuðu bara að spila og vindurinn fer og svo eykst vindurinn núna og við fáum og núna fáum við alveg rosalega mikið rock og já, meira svona, já, og alla leið, þú veist, og ég leikstýrði spunanum í beinni og svo var það bara upptaka og það var notað ógeðslega gaman að gera svona. Það var alveg magnað. Já. En við erum að tala Bláa hnöttinn. Já. Gleymum okkur ekki. Nei. Nei, gaman samt að rifja þetta upp. Já. Önnur sýning. Krakkarnir í sýningunni, Hafsteinn Snær spyr hvað voru mörg. Þau voru mörg. Ég man ekki hvað voru mörg. 23. 23? Já. 2 hópar. 1 hópur. 1 hópur. 1 hópur? Já. Og 23, en að dobla hlutverk barnanna. Alltaf 22 á sviðinu og alltaf önnur huldan á kantinu. Já. Og svo voru það að leika börnin hinum megin á hnettinum
líka eftir hlé. Já, það var sko, ég stilti því upp þannig að börnin, sem sagt björtumegin, eru svona framalega. Já. Og þú veist, björtumegin og svo, þú veist, blöndum við þessu þannig að það voru svona þau voru færri sem voru dökkumegin, en þau koma þá og fronta það og fara svo aftur í baklínuna björtumegin. Já, og hópsennur og svona. Þannig að, já. Ég með sko, getum fylgst með bara með spjöllum saman, þetta eru frá hraðskiptingu. Já. Þetta er í búum til sprengjur. Já. Þegar krakkarnir eru að koma hlaupandi út af sviðinu, fara í herbúninginn. Já. Já. Þarna eru dressarar að hjálpa þeim í og propsarar líka. Allir með sína stöð, teipa á gólfinu. Einmitt. Þetta var ótrúlegt. Þetta var náttúrulega... Svona bíða þarna. Já. Svo kemur næsta hol. Þarna var verið að breyta, sem sagt, saklausum börnunum í hermenn. Í hermenn. Hræðileg staðreynd. Nefnilega hræðileg staðreynd. Þetta var líka stórt steppatrið, það sem að... Risastórt steppatrið, já. Stomp og stepp. Stomp og stepp, já. Chantal hafði svolítið grunninn, hugmyndin að koma inn með hugmynd af Strís að því að Andri sagði okkur þannig svolítið skemmtilegt, Andri Snær sagði okkur að í flestum á uppsetningunum, hann gerði sko handrit sem hann notaði í Þjóðleikhúsinu fyrir einhverjum 12, 13, 14 árum síðan. Hann skrifaði fyrst leikrit. Já, einmitt. Það var fyrst leikrit. Leikrit og svo bók. Já. Og í flestum, af því það verið að setja þetta leikrit upp út allan heim ennþá í dag. Þú veist, á hverju ári eru einhverjar uppsetningar. Hann er búinn að fara á margar sýningar. Hann sem sagt skrifaði leikrit sem að vann ekki einhverja leikritasamkeppni, af því þetta var barnaleikrit. Og það var sýnt í Þjóðleikhúsinu og svo kom bókin eftir það, ef ég kann þetta rétt. Já, það sem ég ætla að segja, en að því vorum að tala um sprengjurnar. Já. Hann sagði nánast í öllum sýningunum erlendis sleppa þeir stríðssenunni. Já. Mjög oft, því það er erfitt að setja hana á svið. Já. Hún nánast skautaði yfir hana. Það er svona einhvern veginn aðeins, en við gerðum hana einu stærsta atriðinu. Þú veist, með þessu stompi. Og þetta var frábært, þetta var rosa töff tími þessar 2 vikur, en sem ég man, það fór eiginlega voru bara þarna einhverjar 2 vikur. Ég geti nánast fundið dagbókina mína frá þessum tíma, bara til þess að, þú veist, að skoða það. Já. En við vorum endalaust að breyta. Þið unnu líka hérna myrkrana milli. Já. Við gerum það. Og ef þið voruð ekki í húsinu að vinna, þá ímyndaði mér að þið voruð að skoða þetta eitthvað heima fyrir líka. Ég var mjög mikið í kjallaranum hérna í upptökum og í stúdíónu hjá Daða líka. Já. Daði var sko báðum megin, hann svo Gaddi trommar allt, ég spilaði hljómból og Daði gerði restina. Nema Börkur bróðir hans, Birgisson, funkmeistari, spilaði gítar í nokkrum lögum. Það er raun eina, en annars er Daði bara með bassan og allt draslið sko. Hann er stórkostlegur og ég hefði aldrei getað gert þetta án hans og Gadda, það var bara með ólíkindum. Já, Garðar Pálsson, sem er yfirmaður hljóðdeildar núna. Já. Okkar allra besti. Hann er snillingur. Hann hefur komið hérna víða við þú veist, í framleiðslu á leiksýningum og hérna, þú veist, poppa svona gert svona viðvik eins og spila alla trommurnar til dæmis í Bláa hnettinum. Já. Já. Svo verður líka að minnast á hann Viktor sem að málaði leikmyndina. Hérna Hraukana. Já. Viktor var hérna einmitt líka eitt sumarið með Lewis. Já. Já. Ef þið skoðu myndir á netinu af leikmyndinu og líka bara sést hana fyrir aftnaði, að það er ekkert auðveldlega komist að þessu. Að þessum hérna súlum. Nei. Ég ætla að koma við hérna, hlaumurinn. Ertu ekki að tala um hann Viktor, hérna tónskáld? Viktor Síla, hérna, bara listmálari, hérna, sem er hérna á Já, málarastæðinu. sá Viktor, já. Sést þetta hérna líka. Það er kannski minna en þetta er skipið. Sem er hérna byggt á gamalli ryksugu. Þetta er húfurryksugan, já. Já. Amma átti svona ryksugu. En það er líka bara í bókinni. Já. Það er bara í bókinni. Já.
Nákvæmlega. Það var með sprittið í leiðinni, þetta er svo... Já, falið hérna spritt bak við. Já. Svo er það hérna stíginn sem að hann Gleðiglumur notar. Kannski ekki, hérna... Já, í sólina. Já, mér er svo skemmtilegt, þetta er svo skemmtilegur hérna leikhúsgaldur, sko. Að stígi birtist upp úr tösku. Já. Sem að hann hérna, setur sjálfur niður á gólfið og upp um stíginn. Opnar töskuna. Þarna sjáum við hvað sem er að gerast, sko. Taskan er með fölsku hólfi, sko. Já, já. Það sáu þetta ekki allir en mér fannst það mikilvægt. Svo er það skemmtilegt þegar hérna, maður er að gera barnasýningu með það reyndar, þú gerir það ekki í Hamlet litla, en þú gerir það í Galdgallinum og svo aftur núna að þú setur prump í sýninguna. Já. Það þarf að vera, það þarf að vera prump. Það þarf alltaf að vera prump. Já. En þú gerir það nefnilega, sko, talandi aftur Ós, en það var bara svo fallegt að hérna, þegar Katla sem lék vondu, grænu, kemur inn með sprengjum og látum og kústinn og gargandi og þegar við vorum með börn í fyrsta skipti á reynsli, hún kemur inn og það bara trilltist 10 lítil börn og fóru grátandi út af með foreldrum sínum. Og það var reynt aftur og tekið af henni gerfinefið og hakan en samt græn og hún kemur inn með sömu látum, virkaði ekki. Eitt prump, hún kemur inn á, allir vera hræddir og svo prumpar hún rosalega og þá bara var allt í lagi, þá fór enginn. Þannig að það var hérna... Bara prumplæknar rosalega mikið, það hérna svona losa spennu. Að losa spennu. Og prumpustuði náttúrulega eitt af þessum lögum sem að hérna í rauninni sýndi... Verðum við ekki að tala eins 17.000 sólargeisla? Já. Af því að það er náttúrulega lag úr þessari sýningu sem að hérna er rosalega mikið sungið í skólum og leikskólum og á hátíðum og svoleiðis. Manstu eitthvað, hvernig þetta var til? Já, sko bara, þetta er bara fyrsta lagi sem fæddist í rauninni vegna þess að... Já, þetta er nefnilega svolítið gaman. Þetta er bara fyrsta sem kom og við vorum bara nýbúin að funda. Þetta er fyrsti textinn sem hún sendi mér. Þetta er eitthvað svona, þetta er kjarninn í sýningunni. Sagðirðu við mig. Vináttuna og þetta, þú veist, þarna liggur harla á hundur í kafi eins og konan sagði. Og ég man bara að ég er að keyra hérna úr Borgarleikhúsinu og það gerist mjög oft í bílnum að það kemur einhver lína til mín. Og ég stoppa á ljósun bara hérna á Kringlumýrar, bara hérna niður á horni bara. Og þá kemur bara dararararirarara og ég bara gríp símann og ég mundi ekki það til, já, upptöku á símanum einhvers staðar. 17.000 geislar, eitthvað, ég myndi ekki alveg textan, sko. Það var þessi setning búin að vera dararara og fyrst átti þetta að vera klappið þér á kinn, átti að fara niður, ég var með það í svolítinn tíma. Svo var ég á þessum tíma nýbúin að vera að vinna, útsetja mig hérna Pál Ísólfsson fyrir Jazz Tríó, var með Tomma R, Kjartani Vald og Matta Hemstokk og ég lá alveg yfir hljóma pælingunum hans og þetta er í rauninni svolítið eins og íslenskt sönglag að því sko byrjunin á því, svo við förum hérna út í, er svolítið, gæti verið Páll Ísólfsson. Já, síðasta lag fyrir fréttir. Já. Já, einmitt. Já, einmitt. Sjötjóðum himnstjörnustykku. Já, einmitt. Og svo fer það yfir í hérna í dúrin sem þarna kemur birtan. 17.000 sólargeisla. En samt íslenska sönglaði áfram. Þetta er hérna, og ég man bara, hann sendi textan og þetta kom og ég var bæði heimasemja og svo fekk ég að vera hérna upp á bókasafni. Af því oft þegar stíflan kemur, þessi hérna, þá eina leiðin fyrir mig er að fara að hitta fólk. Og þá ert þú að leikstýra auglýsingu ársins. Getur ekki passað? Það getur vel passað. Já, klára þannig. Ég kom oft þar inn og satt bara til þess að fá eitthvað feeling. Og svo hljóp ég upp á bókasafn og laga og breytti. Svo einhvern tímann ert þú í pásu eða eitthvað. Ég alveg heyrði, ég er hérna, held ég sé komið drög fyrsta laginu. Ég held samt þetta sé stólið og ég veit ekki, þú er bara að segja mér ef ég er í ruglinu og eitthvað. Og við förum fram í Anderi í þetta píanó, það var á frammi. Og ég fluttaði fyrir þig. Já.
þetta var bara, já, þetta var byrjunin á því. Og ég hef bara sagt allt í lagi. Þú sagðir nefnilega, mér finnst ég vera að vitna af einhverju blaralega í íslensku tónlistarsögu og ég fór nú bara að hlæja og alveg bara þetta nú örugglega stolið og alltaf svo lítið láta einhvern veginn. En hérna, svo bara flaug þetta svo rosalega þetta lag. Já. Og það líður eiginlega alltaf svo vika að ég fá ekki sendt vídeo af einhverju barni að syngja þetta. Já. Bara einhverja mömmur og pappar að senda mér. Eru nótunar á netinu? Nei, sko, talandi um nótuna því ég er að klára að því þú veist, það var nú eitt af því að því maður samdi þetta á 10 mánuðum og svo fór maður bara í næsta verkefni. Þetta svona halinn sem að myndaðist. Ég á eftir að klára að skrifa 2 lög. Þetta fer núna í sölu bara á netinu vonandi bara í sumar. Þetta átti að fara síðasta sumar meira senn, svo bara hefur þetta verið, já. Með öllum lögunum? Með öllum lögunum, 15. Já, svona bara vinnum við. Þú veist, tónskáldið hefur ekki efni á því að skrifa niður nóturnar og gefa þær út af því að það fer ótrúlega mikil tími í það, sko. Og við þurfum náttúrulega bara, okkur finnst það ekkert leiðilegt að vera, þú veist, eins og þú veist að nefna að meðan við vorum að búa þetta til var ég örugglega að leikstýra einhverjum 2-3 öðrum sýningum og þú veist, það er ógeðslega gaman, það er rosalega gaman en það væri ferlega gaman líka ef einhver tímann myndi gerast að Kristjana bara fengi 4 ár til þess að semja sinn söngleik og væri ekki að gera neitt annað en það er bara alls ekkert í boði, það er bara einhver algjör draumastaða, sko. Við erum eitthvað að reyna að grufla við frá því að við hættum í Bláa hnettinum að semja nýjan söngleik frá grunni, okkur hefur langað til þess og hvenær hættum við með Bláa? 2018, já. Þannig að við erum búin að vera í 2 ár að sko bara svona stelast eiginlega í það. En erum samt komin svona eitthvað smá á leiðina og það væri bara kannski verður þetta eftir 18 ár. Ég veit það ekki, sko, Davíð Birgis ætlar að semja með mig núna, hann ætlar ekki að vera bara pródusent, við ætlum að semja þetta saman, það finnst mér líka mjög spennandi, þegar við erum náttúrulega vön að vinna og pingponga og hann og ég svo aftur á móti með honum, þannig að það kemur annar vinkill og verður allt bara dýpra og skemmtilegra. Já. En við fengum núna nokkra mánuði á listamannalaunum til þess að semja tónlistina. Og ég svo glöð, þá verði ég ekki með hann hala og ekki með halan, þá getum við skrifa allt út og verður allt tilbúið. Já. Og þetta í þannig forritum að það er lítið mála að skipta tóntegundir og annað, þú veist, þegar maður kemur með fólki sem mun svo flytja verkið. En það hefði að verið þannig að ef við hefðum komið með útkomuna af Bláa hnettinum í byrjun, þá hefði verið sagt bara nei, þetta of mikið umfang. Já. Þetta sprakk út í höndunum á okkur. Daði átti að vinna 200 klukktíma með mér, hann vann 600 klukktíma. Ég er ennþá með samviskubiti yfir því, sko. Hann fór alveg yfir allt, sko. Ég er næst í drapan. En hann fekk boða frumsýningu og köku. Hann kom frums, já, ég veit það. Og hann fekk aðeins meiri penning, en samt ég hefði viljað fá helmingi meiri penning fyrir hann, sko. En þetta gjörsamlega sprakk út í höndunum á okkur. Já, en þú veist, og það er líka bara ógeðslega gaman. Já. En það var útkoman bara vinsæl barnasýning sem að uppskar líka á Gríminu, var þetta ekki barnasýning ársins? Jú. Jú, og ég fekk Grímu fyrir tónlistina. Já. Og var tilnefnd til... Og hún Chantel fekk fyrir dansana. Já. Og þú varst og Ilmu fyrir leikmyndina. Já. Þú varst tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Já, við bæði. Á móti í sama... Ólafur Arnalds og Jóhann G. fyrir... Jóhann Jóhannsson mennuru. Já. Jóhann Jóhannsson fyrir hvað hét myndin geimmyndin Já. Oblivion. Oblivion, já. Við vorum
tilnefnt á móti honum, hann fékk fyrir Oblivion. En við vorum mjög cool og svo stór Úlfur Eldjárn var þarna líka fyrir einhverja snilld. Já. Við vorum bara með einhverjum og svo vann ég sko í grímuna á móti honum oh my god, sem samdi gítarverkið í dansverkið með honum Ragnari Kjartans sem ég ædalisera sko og nú man ég ekki hvað hann heitir blessaði maðurinn og ég hefði aldrei trúað ég var eina stelpan sko, ég var þriðja konan frá upphafi að vinna fyrir tónlist frumsamda tónlist í leikhúsi. Blái hnötturinn. Blái kötturinn. Já. Mér fannst það mjög stórt. Ég var mjög stolt af því og það var mjög gaman að vinna. Og það var rosa gaman að vera inn á Keystone síðan, sem konur í tónlist á Íslandi vikuna eftir. Ég fekk svo mikið að fallegum kveðjum frá konum upp á að vera fyrirmynd og ég veit að það voru nokkur sem komu og voru að segja krökkunum sem þau voru á sýningunni og by the way, það var kona sem samdi alla tónlistina. En ég fæ ennþá líka stundum spurningu, já, samdir þú alla tónlistina? Bara ein? Jeps. Já, gastu það bara? Já, gastu, já, Verandi kona? Já. Ég meina öll bestu lögin hjá Fleetwood Mac, Stevie Nicks samdi þau. Já. Hún á öll bestu lögin, Dreams og Change og allt draslið. Landslide, Stevie Nicks, allt dótið. Og hitt á Christy McVie. Það eiga bestu lögin þær tvær. Voru bestu lögin að mínum mati, sko. En þannig að þið eruð að vinna eitthvað verkefni núna. Já. Viltu segja aðeins um það? Svona pínu? Nei. Ef við ekkert að gera það? Nei. Við erum bara að vinna og búa til stöff og einmitt, og þið fenguð listamannalaun til þess að gera músíkina og ég fekk eitthvað til þess að byrja á þessu og við erum stödd einhvers staðar. Okay. Og það eru komin flott lög. Það eru komin drög. Frá þeim sömu og farið ykkur Bláa hnöttinn? Frá þeim sömu og farið ykkur Bláa hnöttinn. Og Hamlet litla og Ós. Já. Herðu, við getum talað hérna endalaust. Er það ekki? Jú. Ef að taka eitt lag? Viltu spila okkur út? Hvað á ég að spila fyrir ykkur? Viljið þið 17.000 eða viljið þið Gleðiglaum eða Fiðrildadaginn? Hvað kemur til þín, Kristína? Ég veit að Grettir og Emma eru að horfa. Já, hæ krakkar. Ok, viltu spyrja hvað þið vilja fá? Grettir, ertu með einhver óskalög? Svo líka, má minnast á teflon töfraefnið. Já. Það voru hílískór. Já, það var skemmtilegt. Ég þól ekki hílískó og þegar maður sér það á úti, sko. Ég gerði það ekki á þessum tíma. Nei. Af hvaða ástæðu? Af hvaða ástæðu gleði barna er hægt að þeir öfugt ofan í mig. Hílískó. Þetta er bara svo skrítið eitthvað svona og nú ætla ég að láta mér enn eitthvað áfram. Og það er kannski út í búð og eitthvað. Já, hættið þessu! Já. Hættið þessu! Og svo ætla Chantal að búið til dansatrúr sem bara svona en ef þú getur æft þig og byrjið til dans, þá kom þetta alveg helvítið vel út. Þetta var rosa skemmtilegt, við flugum allt sviðið í sleipaefni, teflonefninu. 17.000 sólargeislar. Segir hver? Segir Hafsteinn Snær. Já. En það er það best. Á hoppu djúpum himni stjörnustukku en stráðu spurt með feimnum kynnaroða sólin sjálf og bjartan dag að boða með barma fylli af morgungeisla lukku þá undur lífsins reis og fór á fætur og furður heimsins dönsuðu í ljósi þess hlýja dags umvafði mig hrósi með hlátra sköllum fram til næstu nætur ég óskað 17.000 sólargeisla klappi þér á kinn með 17.000 sólargeisla happi vinur minn
man ekki textana, sko. Ég man hann, sko. Ég er búin að þurfa að segja svo, það var hérna, ætlaði að fara í þennan hérna. Svo eina nótt á brást mér sólin bjarta, því blíðust morgunstund var aldrei rauð, sólsökk í hafið drukknaði var dauð, og drottnað hefur síðan nóttin svarta, góð texti. Nú hvorki tungl né skæra stjörnur skína, því skýin hafa himinn tekið yfir, svo varla nokkurt strá hér lengur lifir, brátt lífið deyr ef ekki fer að hlýna, fer að hlýna. Ég óskað 17.000 sólargeisla, klappið þér á kinn. Með 17.000 sólargeisla, happi vinur minn. Ég óskað 17.000 sólargeisla, klappið þér á kinn. Með 17.000 sólargeisla, happi vinur minn, vinur minn. Fallegt. Já. Kekja. Vel hérna. Herðu, ég þakka bara fyrir Herðu, takk komuna. Takk, Elli minn. Stúdíó Sviðshægri. Já, alltaf slagt og kósí að koma til þín. Er það ekki? Jú. Takk fyrir. Dásamlegt, takk sömuleiðis. Endum þetta á uppklappi Bláa hnöttarins. Og þetta er líka af æfingu, þetta var ekki alveg fullskapað, en bara þökkum fyrir okkur. Takk.